Segja ykkur fréttina sem við hættum við hér rétt áðan. Prófessor í læknisfræði segir að erfðabreytt matvæli hafi engin áhrif á heilsu fólks. Þeir örfáu sem haldi hinu gagnstæða fram fái alla athyglina. Á ráðstefnu umhverfisráðuneytisins erfðabreytta ræktun í dag var meðal annars fjallað áhrif slíkrar ræktunar og umhverfi þjóðfélaga og efnahag. Prófessor við læknadeild Háskóla Íslands sem fjallaði áhrif erfðabreyttra lífvera og heilsumanna segir slík matvæli alveg eins og önnur. Við erum með almennt allan vísindaheiminn sem sammála það að erfðabreytt matvæli eru alveg eins og önnur, en það einhverjir örfáir sem halda hinu gagnstæða fram og þeir fá alla athyglina. Og þeim hefur tekist að búa til miklar áhyggjur af þessu og einhvern svona erfðabreytt skrímsli sem að koma hlaupandi niður götuna eftir öllum að éta þau. En það bara bíómynd, það ekki raunveruleiki. Sérfræðingur hjá danska umhverfisráðuneytinu sem talaði á fundinum telur að fólk hafi helst áhyggjur af því að þegar erfðabreyttar lífverur hafi komist út í náttúruna sé það óafturkræft. Jeg tror også mange mennesker føler at det at begynde for eksempel sætte gener fra et bakterie ind i en plante unaturligt og grænsende til hvad vi kan kalde moral, altså overskrider nogle moralske barrierer, som igen måske ikke udtalte, men som mere eller mindre bevidste. Og þá að íþróttum. Þriðja umferðin á Íslandsmóti karla í knattspyrnu kláraðist í kvöld með 5 leikjum. Í Frostaskjólinn í Vesturbæ tóku Íslands og bikarmeistarar KR á móti IBVF. Bæði lið höfðu byrjað Íslandsmóti illa og voru með aðeins 1 stig fyrir leikinn á KR-ellanum í kvöld. KR-ingar voru mun meira með boltann í fyrri hálfleik og á 35. mínútu dró til tíðinda.